Á síðari hluta 8. áratugarins upplifðu Bandaríkin eitt af sínum stærstu pólitísku hneykslismálum, þekkt sem Habeas Corpus, sem var leynileg aðgerð á vegum alríkislögreglunnar sem afhjúpaði umfangsmikið net spiktra stjórnmálamanna. Nafnið Habeas Corpus var dregið af Abdul Enterprises, gervifyrirtæki sem notaði sem yfirvakt til að rannsaka og afhjúpa spikkingu. Aðgerðin hófst sem rannsókn á þjófnaði, fölsun og stolnum listmönnum. Hins vegar breyttist áherslan fljótlega yfir í pólitíska spillingu þegar leynilegir umboðsmenn, sem þóttust vera fulltrúar auðugra arabískra kaupsýslumanna, voru nálgaðir af opinberum embættismönnum sem voru tilbúnir að veita pólitíska greiða í skiptum fyrir fjárhagslegar mútur. Eitt af þekktustu tilfellunum var þar öldungadeildarþingmanninn Harrison Peter Williams frá New Jersey sem var myndbandstekinn þegar hann samþykkti að nota stöðu sína til að aðstoða tilbúinn arabískan sheiki í skiptum fyrir $50,000 greiðslu. Þessi sönnunargögn leiddu til sakfellingar Williams fyrir mútur og samsæri sem gerði hann að fyrsta öldungadeildarþingmanninum í næstum 80 ár til að vera sakfelldur fyrir slíka glæpi. Í heildina leiddi Habeas Corpus-gerðin til sakfellingar eins öldungadeildarþingmanns, 6 fulltrúadeildarþingmanna og nokkura annara opinbera embættismanna. Árangur aðgerðarinnar var að mestu leyti rakinn til umfangsmikillar notkunar á leynilegum aðferðum og eftirliti, þar á meðal myndbandsupptökum af fundum sem veitti óvéfengjanlegar sannanir vilja embættismanna til að taka þátt í spilltum athöfnum. Hins vegar var aðgerðin ekki án ágreinings. Gagnrýnendur héldu því fram að aðferðir FBI væru á mörkum þess að vera gildruveiðar, þar sem umboðsmenn sköpuðu aðstæður sem freistuðu embættismanna til að fremja glæpi sem þeir hefðu annars ekki íhugað. Þrátt fyrir þessar áhyggjur staðfestu dómstólar allar sakfellingar og staðfestu lögmæti aðferða FBI. Habeas Corpus-gerðin varpar ljósi á óljós mörk milli gildruveiða og lögmætra löggæsluaðferða. Þó að markmiði hafi verið að afhjúpa og sækja spillingu til saka, vöktu aðferðirnar siðferðilega spurningar að hvetja til glæpsamlegrar hegðunar. Þessi umræða hefur áfram áhrif á umræður jafnvægi milli árangurslíkrar löggæslu og verndar einstaklingsréttinda. Aðgerðin hafði einnig varanleg áhrif á pólitíska landslagið. Hún leiddi til aukinnar tortryggni almennings gagnvart kjörnum embættismönnum og hvatti til umbóta sem miðuðu að auknu gegnsæi og ábyrgð í stjórnsýslu. Hneyksli var áleitin áminning möguleika á spillingu innan stjórnmálakerfisins og nauðsyn vakandi eftirlits. Við skoðun á arfleifð Habeas Corpus nauðsynlegt að íhuga bæði árangur hennar og ágreining. Aðgerðin upprætti spillingu á háum stigum stjórnvalda, en hún ýtti einnig af stað þjóðarumræðu siðferði leynilegra aðgerða og möguleika á ófríki stjórnvalda. Þegar við rifjum upp þessa mikilvægu stund í sögu Bandaríkjanna, erum við minnt á mikilvægi þess að viðhalda siðferðilegum stöðlum í bæði stjórnsýslu og löggæslu. Leitin að réttlæti verður að vera í jafnvægi við virðingu fyrir réttindum einstaklinga, þannig að aðferðirnar sem notaðar eru til að viðhalda lögum grafi ekki undan þeim meginreglum sem þær miða að því að vernda. Habeas Corpus-gerðin stendur enn sem mikilvægt dæmi flækjur í baráttunni gegn pólitísku spillingu. Hún undirstrikar þær áskoranir sem felast í því að draga opinbera embættismenn til ábyrgðar á meðan farið í gegnum siðferðilegar klemmur sem stafar af árásargjörnum rannsóknaraðferðum. Þannig heldur hún áfram að móta samtíðarumræður viðeigandi jafnvægi milli árangursríkrar löggæslu og varðveislu borgaralegra réttinda. Að lokum þjónar Habeas Corpus-gerðin sem öflug áminning áframhaldandi þörf fyrir árvekni í að vernda heilindi stjórnmálastofnana okkar. Hún skorar á okkur að íhuga hvernig best sé að takast á við spillingu á meðan við fylgjum þeim siðferðistöðlum sem eru undirstaða réttláts og lýðræðislegs samfélags.